heyrist ekki vel í mér. Og þannig vil ég ekki mikrofón svo það heyrist í mér. En alveg geggjað að sjá hana fjölda sem saman komin hérna. Ég vissi ekki hvort ég var að fara að koma að tala við 3 eða 300. En svona þetta. En sko, mér langar kannski aðeins að taka þetta bara út frá mér persónulega og hvernig ég horfi á þetta. Þannig að það sé alveg á hreinu. Þarf að lækka í mér eða þarf þetta að heyra betur í mér? Geðvegt. En núna, er þetta betra? Má sjá, ok. Ég heyri sjálf þegar það heyrist í mér. Við sjáum hvernig við vinnum þetta. En ok, ég tel að það sé ekki gott fyrir framtíðarhagsmuni Íslands að framtíðarhagsmunir Íslands ráðist í Brussel. Þannig við byrjum þar. Ég tel að það sé langbest og við séum langbest til þess fallin að tryggja þessa hagsmuni sjálf hérna heima. Með því að hafa kjark til að byggja á og viðhalda því sem hefur gert þessa þjóð samkeppnishæfa, öfluga, eftirsóknarverða til búsetu, atvinnu og fjárfestinga. Þannig við byrjum bara á hver mín afstaða er en ég held áfram inn í þetta erindi. Það er nú gaman að sjá grundfyrringa þarna aftast, ég er að fara að tala þess ykkur. En áður en ég útskýri af hverju þetta er mín afstaða, þá langar maður að segja ykkur aðeins frá mér sjálfri og hvaðan ég er. Ég er fædd og uppalin í Grundarfirði. Ég ólst upp í samfélagi þar sem að enginn þurfti að útskýra fyrir manni hvað verðmætasköpun var og af hverju hún skiptir máli. Þegar ég var lítil átti mjög unga foreldra og ég er að alast upp með þeim þegar þau eru bara að stíga sín fyrstu skref bara inn í lífið. Þá var pabbi á sjó og mamma var að vinna í fiskvinnslunni heima. Ég hafði þau forréttindi að fylgjast með þeim, byggja upp sitt heimili og fjölskyldu á þessum störfum sem urðu til vegna þess að í bænum störfuðu öflug útflutningsfyrirtæki. Þetta voru ekki bara fyrirtæki, þetta voru launin sem borgaði á húsinu, þetta voru tekjurnar sem keyptu í matinn, þetta voru störfin sem gerðu fólki kleift að ala börnin sin upp í heimabyggð. Og sem barn þá lærði maður fljótt í þessu umhverfi hvað það þýddi þegar það gekk vel í atvinnulífinu, af því þá dafnaði samfélagið. Það var bjartsýn í loftinu, fólk var að byggja, fólk var að fjárfesta, fólk sá framtíðina fyrir sér. En maður lærði líka hina hliðina. Þegar þrengdi að í atvinnulífinu þá fann allt samfélagi fyrir því og ég sjálf fann fyrir því þegar umræðan við eldhúsborðið heima hreinlega bara breyttist. Þess vegna hef ég aldrei horft á fyrirtæki sem tölur í Excel-skjali. Fyrir mér hefur þetta alltaf snúist fólk. Þetta snýst fjölskyldur, samfélög, vonir og tækifæri. Kannski er það líka ástæðan fyrir því að ég hef eitt stórum hluta starfsævis minnar í útflutningsiðnaði. Vegna þess að ég veit af eigin reynslu hvað sterk útflutningsfyrirtæki geta skipt miklu máli fyrir samfélag. Ég ólst upp við það ef að útgerðin stoppaði, þá stoppaði bærinn. Í dag veit ég að ef að útflutningsfyrirtæki landsins missa samkeppnishæfni sína, þá mun það sama gerast fyrir Ísland á stærri skala. Þess vegna horfi ég á umræðan Evrópusambandi fyrst og fremst út frá þessu sjónarhorni. Ekki út frá stjórnmálunum, heldur út frá störfunum, út frá fólkinu, út frá verðmætasköpuninni og út frá framtíð landsins. Kannski að hafa það alveg á hreinu að ég er ekki stjórnmálafræðingur, ég er ekki sérfræðingur í Evrópurétti, en ég hef eytt rúmlega 20 árum af mínu lífi í að starfa í útflutningsdrifnum iðnaði og lengur ef við tölum bara fyrstu vinnuna mína því ég fekk að vinna í frystihúsi þegar ég var líklega svona 11 ára. Ég hef verið að reka útflutningsfyrirtæki og hef því verið að vinna að því að verja störf, skapa störf og reyna að skapa tækifæri. Og í því að reyna að sannfæra eigendur þess fyrirtækis að fjárfesta á Íslandi frekar en annars staðar. Og ég get sagt ykkur eitt að ég hef setið marga fundi þar sem fólk var að taka ákvarðanir hvað er þetta að fjárfesta fyrir milljónir og milljarða. Á þeim fundum er aldrei spurt landið í Evrópusambandinu. Spurningarnar eru allt aðrar. Við erum spurð að því hvað tekur langan tíma að fá leyfi, er næg orka til staðar, hvað kostar orkan, er regluverki fyrirsjáanlegt, er hægt að treysta stjórnvöldum, er vinnumarkaðurinn samkeppnishæfur. Með öðrum orðum, er landið samkeppnishæft. Ég er sannfærð að aðild að Evrópusambandinu sé ekki lausnin að stærstu áskorunum Íslands. Stundum finnst mér umræðan Evrópusambandi verið eins og maður sem er gat og þakin á sér á hvað henda sér í að mála húsið. Þetta lítur kannski betur út en það stoppar ekki lekan. Við erum með raunveruleg verkefni fyrir framan okkur, við búum á eyju, við þurfum að flytja nær allar afurðir frá okkur og til okkar
og við búum við meiri fjarlægð frá mörkuðum en flestir samkeppnisaðilar okkar. Það breytist ekki með því að skipta sæti við fundaborðið í Brussel. Ég lærði líka mikilvæga leksju þegar Evrópusambandið innleiddi verndaraðgerðir gegn innflutning á kísilmálmi. Þar lærði ég að heimurinn starfar fyrst og fremst út frá hagsmunum. Bandaríkin verja hagsmuni Bandaríkjanna, Kína hugsar hagsmuni Kína og Evrópusambandið hugsar hagsmuni Evrópusambandsins. Ísland þarf að passa upp á hagsmuni Íslands. Þetta ekki spurning vini eða óvini, heldur þetta bara raunveruleiki sem við búum við og þetta við líklega aldrei átt betur við en akkurat núna. Við lifum á tímum þar sem heimurinn að breytast, hraðar en við höfum séð lengi. Við sjáum viðskiptastríð, við sjáum þjóðir keppast fjárfestingar, við sjáum ríki berast orkuhráefni og iðnað og sífellt fleiri líta á atvinnulíf og framleiðslugetu hreinlega sem þjóðaröryggi. Í slíkum heimi verður samkeppnishæfni mikilvægasta auðlind lítilla þjóðar. Við eigum ekki mikið innlent markaðsvæði, hér ekki 100 milljónir neytenda, en við getum verið samkeppnishæf. Og það það sem mun ráða mest lífskjör okkar til framtíðar. Mig langar líka að nefna atriði sem oft gleymast. Ísland hefur notið mikils ávinnings af því að geta átt mjög góð samskipti við ólíka hluta heims. Við eigum sterk tengsl við Evrópu. Við eigum sterk tengsl við Bandaríkin og við erum í vaxandi tengslum víða heim. Og ég tel þetta vera styrkleika okkar. Styrkur lítilla þjóðar felst því ekki að loka sig inni, heldur að geta tala við sem flesta, versla við sem flesta og átt samstarf við sem flesta. Mér finnst því eðlilegt að við spyrjum okkur að því hvort að það sé rétt að binda Ísland enn fastar við eina af þessum viðskiptablokkum á sama tíma og heimurinn í auknum máli að skiptast upp í áhrifasvæði. Sérstaklega þegar Evrópa sjálf stendur frammi fyrir áskorunum og á undir högg að sækja í alþjóðlegri samkeppni. Mér langar líka að segja eitt varðandi áherslur sem vænta má í þeirri hagsmunagæslu sem kannski ekki sérstaklega vinsælt að segja, en það enginn sem vaknar á morgnan í Brussel og hugsar hvernig getum við aukið samkeppnishæfni og Grundartanga? Enginn. Það rétt eins og ég vakna ekki á hverju morgni og velti því fyrir mér hvernig gengur í litlum iðnaðarbæ í Þýskalandi. Ég segi þetta ekki til þess að vera leiðileg, þetta bara staðreynd. Við hugsum það sem næst okkur stendur. Og ég segi þetta alls ekki að því andvíg Evrópu, þvert á móti. Evrópa einn mikilvægasti samstarf og viðskiptaaðili Íslands. En við eigum engu að síður að spyrja gagnrýna spurninga það hvernig Ísland getur best tryggt eigin samkeppnishæfni. Og það líka eitt annað sem ég tel að við vanmetum stundum og það fullveldið. Ekki vegna fornþrár, heldur vegna þess að þetta hefur raunveruleg gildi. Það tók kynslóðir að byggja upp það frelsi sem við búum við í dag. Frelsi til að ráða yfir auðlindum okkar, frelsi til að móta eigin atvinnustefnu, frelsi til að taka eigin ákvarðanir og jafnvel frelsi til að gera mistök og leiðrétta þau síðan sjálf. Ég tel að smáþjóð ekki að afsala sér slíkum réttindum nema fyrir því liggi sterk rök og ég hef ekki samfast að þau rök liggi fyrir. Sérstaklega þegar ljóst að áhrif Íslands innan sambands sem telur 100 milljóna íbúa yrðu afar takmörkuð vegna smæðar okkar. Ef við tölum áskoranirnar okkar, orkuskort, skortur og innviðauppbyggingu, langur málsmeðferðartími, ófyrirsjáanlegt regluverk, minnkandi samkeppnishæfni, þá þetta ekki vandamál sem urðu til í Brussel og þau verða heldur ekki leyst í Brussel. Þetta verkefni sem urðu til hérna heima og þau best leyst hérna heima. Og það hægt ef viljinn og kjarkurinn til staðar. Ég velti því stundum fyrir mér hvort við séum í raun að spyrja rangra spurningar. Kannski ættum við ekki að vera að spyrja að því ef við gangi í Evrópusambandið, heldur ættum við að spyrja okkur að því af hverju yfir Ísland verða að tapa samkeppnisstöðu sinni. Af hverju eru fjárfestingar að fara annað, af hverju tekur uppbygging svona langan tíma, af hverju verður við sífellt erfiðara að reka útflutningsfyrirtæki á landinu og kannski mikilvægast, hvað viljum við gera í því sjálf? Ef við höldum áfram að missa samkeppnishæfnina mun það ekki fyrst sjást í einhverjum hagskýrslum. Það mun sjást í færri störfum, það mun sjást í færri tækifærum fyrir unga fólki okkar sem tekur við og lokum veikari samfélögum allt land. Samfélögum eins og okkar hérna á Akranesi og í því samfélagi sem ég ólst upp í. Samfélög sem byggja velsæld sína á sterkum framsæknum útflutningsfyrirtækjum. Fyrirtækjum sem skapa störf og tækifæri fyrir fjölskyldur.
Þess vegna tel ég að aðild að Evrópusambandinu eigi ekki að vera forgangsverkefni okkar núna. Ekki vegna þess að ég sé andvíg Evrópu, svo að það sé alveg á hreinu, heldur vegna þess að ég til stærstu verkefni Íslands liggja annars staðar. Þau liggja í aukinni orkuuppbyggingu, betri innviðum, meiri framleiðni, sterkari samkeppnishæfni og skýrari framtíðarsýn og ég ætla að enda þar sem ég byrjaði, í Grundarfirði. Ég ólst upp við að sjá hvernig sterk fyrirtæki byggja upp samfélag. Ég sá hvernig störf sköpuðu tækifæri, ég sá hvernig verðmætasköpun skapaði framtíð. Þess vegna tel ég stærsta verkefni Íslands sé ekki að finna nýtt borð til að sitja við, heldur að tryggja að við séum nógu samkeppnishæf til að skapa fleiri störf, fleiri tækifæri og sterkari samfélag. Þetta er verkefni sem stjórnmálafólkið okkar embættismenn eiga að vera að einbeita sér að og leggja allan kraft í. Við þurfum að vera hugrökk og við þurfum að þora að taka stórar ákvarðanir. Þetta er verkefnið eins og ég horfa á það og það verkefni verður ekki leyst fyrir okkur. Við leysum þetta sjálf hérna heima. Takk fyrir mig.